allt að gerast hérna, við erum komin í loftið, Ingvar Tómasson, sestur Viktor Lekva að koma inn í hús. Við byrjum á útvarpsútsendingu fyrstu mínúturnar því að Krannar og Leifur smá tæknileg vandamál. Við notum það ekki ákveðið að venja niður vinnulegum byrja áður við hefjuleika og það svolítið í liði gestana nummer 1 Sælendar Jónsdóttir, nummer 27 Ástríður Glódís Gísladóttir, nummer 5 Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir, nummer 6 Hildur Björnsdóttir, nummer 8 Hildur Karen Jóhannsdóttir, nummer 9 Kristjana Björk Steinsdóttir, nummer 10 Patrícia Sölösi, nummer 13 Eyrún Ósk Kjartansdóttir, nummer 15 Vera Pálsdóttir, nummer 20 Þuríður Guðjónsdóttir, nummer 22 Sigrún Birna Arnardóttir, nummer 24 Ylja Mjöll Arnórsdóttir, nummer 29 Hallfríður Pétursdóttir, nummer 88 Fía Imani Sturludóttir og Halldór Stefán Guðjóns þjálfarlið og Jóhannes Lange samsluð þeim til handar og aðstoðar. Og það þess að lið heimanna sem getur nummer 13 Kari Þorsteinsdóttir og nummer 1 Gí Jarðdóttir, svo erum við nummer 16 Sólveig Hellu Magnúsdóttir. Ég síðan að þetta eru 15 skrifar skýrsluna, það eitthvað að skoða þetta, en nummer 3 Berglind Bendisdóttir, 4 Fabíu Finnsdóttir, nummer 9 Andrea Jakobsen, nummer 10 Svanbjörn Hjaltadóttir, nummer 11 Snorra Berglind Brynjarsdóttir, nummer 14 Díana Kristín Sigurðardóttir, nummer 15 Andrea Björn Harðardóttir, nummer 17 Sunniveig Sigurðardóttir, nummer 20 Ólöf Ásta Arnþórsdóttir, nummer 22 Diljá Baldursdóttir, nummer 23 Díana Ágústsdóttir og nummer 25 Þórhildur Vala Geirsdóttir. Þjálfari Andrés Gunnarsson og til aðstoðar Jón Birgir Björnsson og Ásgeir Sigmarsson og það Ingvar Guðjónsson og Þorleifur Björnsson sem dæman leik þessi að Viktor. Jú, meistari. Við erum eins og segja í útvarpsútsendingu þangað til að Krannar mætir hús og við erum að lýsa leikferðingu hvað gerist hérna. Jón Pálsson kominn hérna á mækinn og þannig að þetta einvanlega fólk sem hér. Og svo á 11 mætir hús, ég ekki ljóðaður, þannig að við erum einhverjum þá það Danhús 2, svo á 11 mætir og hann tekur við úrskurðum. Engist þegar við erum ágúst verið. Amali frábært lag. Það best annars lag sem heitt. Það er miklu betur til að við daginn lagið sem leðrætt. Leikurinn ekki enda ágættu hlustendur og vonandi ágættu eftir svona mínútu. Helgi Krei, bróðir Helnu Krei, að setja upp tóminu fyrir okkur. King Helgi Krei eins og sem við kallar hann. Já, hann þetta svona þrífótinn. Það að tala standið fyrir kamerna og hlutketana. En sem við kannski verðum að tala þessu. Það eru Fjölnistúlkur sem hefja leik með knöttin og sækja hér að stóru töflunni. Já, fylgismenn sækja átt að sundlauginni, það er alltaf best að sækja átt að sundlauginni, frábær sundlaug. Þetta er góð sundlaug, ekki að góð árbæðlaug samt. Það er svona frábæðlega, ég heyri það að það er mjög hlutdræg útsending í árbæðlaug, en ég er hans þessar. En ég sé að Fjölnistelpunum er ekkert þessar tilbúinir slægjum og byrjunlið Karen, Andrea, Berglind, Díana, Fanny. Og það ætla að spila á línumanns næsta fyndi, ég er bara 5 og Andra harðar og leikarnir hafa við þá Fjölnir með boltan Vestlundabyrg, hvernig spáði þessu leik? Ég spáði 8 marka sigri Fylkis. Já, ég spáði að það verði sigurmark Fjölnis 25-4 þegar við líðum við 12 sekúndur eftir, við getum gefa 12 sekúndur fyrir á sekúndlega Fjölnismarki Andra Jakobsson í bókinni. Fýtt varnarleikur. Já, að blessja hana þessu Ólöf klippir hérna út Díanu. Já, það er smá klúðan út. Og það er þannig að Finnsdóttir með hættum í stungu. Inga senna bara á sig. Og ég sé að þetta er mjög frábært, það er skemmtilegt. Já, stemning fylgist með stungunni, það er að kalla með marketingstofna og fyrst að laða skotið hérna. Setting fram, hraðaröflum, Eyrún Ósk Hjartardóttir skiptir framhjá. Já, við lókaði Sólveig búin að loka annarinn og hann búin að stela tveimannum mínum, en það er ekki bara stela, hann búin að fela og alltaf fylgst að ég er 3 tveimannum nálega. En það er litli aftur í sóknina og ég er að reyna að koma til gegn á milli hópanum og skiptu kemur ekki að bara stafna. Ég finn að þetta ábæðið því að spáinn að sér einn á hann í 5
þetta á með núna, þannig að það leikast með móts og leikast, en ég held mér samt í spána að Fjölnir vinni með einu marki. Fylkisstúlkur byrja mjög aggressívar Já, ég er svona, þetta var eitthvað endalega sko framjá hjálpa með þessu, en það er mjög aggressívar og það er ekki bara að spila, það er ekki bara að ná leikum úrslit undanfarið. Það er búin að spila langt undir getu finnst mér. Og það finnst mér að glemst þess að Andrea Jakobsen sem skorar það. Það Fylkisstúlkur búin að byrja þetta tímabil frekar illa og ekki að vel og það er bara það er Vera Pálsdóttir sem listjandinn á línu og Þía fann hana vel. Það er klátt að þú segir, það er að spila alltaf lundi getur. Það tapast stigum á til liðum sem það er að vinna. En eru náttúrulega fyrir tveim stórum áföllum bæði rétt fyrir mót og svo í móti að Melkorka meist var á lett og Alaldi skoraði markið og svo Hildur Björnsdóttir varnartröll á línu maður meiddist. Já, en í staðan frá þess að krafta það er búin að fæðast. Það er svoleiðis. Þú þekkir það mannabestu mesturum. Þegar þú ferð í 2 ára fæðingar og frá lífinu þegar þú ætlar að gera ákveðin að Apuri Kylvinga. Jú, hún verður betri en Birkilegur í máli, ég lofa því. Já, hann var ætlar að komast að Evróputorgin einn daginn. Já, kallamegin sko. Kallamegin, já. Það er bara mjög gott og ég bara finnur það. Herri, við erum komin mynd, góði gestir. Já, bara verið hjartanlega velkomin í myndina og þá reynum við kannski að lýsa aðeins minna öllu sem gerist. Við kannski ekki búin að gera það samt nú þegar hendin er uppi eins og er. Fjölnistúlkur þurfa að skjóta markið. Já, það er Díana Fær það hlutverk. Brettir og hendi Dílu og bókileg Díla, hún spilur fyrir hótt. Það er hotkast. Já, eftir gíska undanhóli þá þesslega 4 mínútur líklegast að vera dómunarsmann leiksins. Við viljum að bæta hvort liðið sem dómunarskjaflega. Ég ætla að segja að það verði, ég sko ekki rétt fram að ég ætla að segja að það verði Andrea Jakobsen og Þía Imani Sturludóttir. Já, Þía er mjög líkleg og hugsanlega kampaðanir á Svalbard og ég er samanlega við minn. Það er að Þía líka, hann er þetta. Vel spilað. þversending hjá Þíu og Patricia lappar í gegn. Já, Patricia með sitt fyrsta mark, staðan 2-1. Töldu yklust að í verðinni Fjölnistúlkur, hann var eld einleysinguna. Já, Fanney kemur inn í hornið og við minnum að það kannski í leiðinni hérna að U16 leikurinn er líka sýndur hérna eftir í beinni klukkan 5. Íslenska U16 landsliðið mætir hérna grænlenska landsliðinu. Sterkar sigur í gerð. Patricia stelur hér boltanum. Þetta verðist alltaf verið svolítið erfitt. Og Patricia skora sitt annar mark. Já, ég er farin að óttast af spáðina en ég ætla ekki að detta í svartsýnisskaðan strax. Það er Fjölnisleipur þurfa að vera aggressívar því að þú sér það að fylkisliðið þær byrja bara mjög kröftugur vörn og það er ætla ekkert að láta vaðið þessi og Fjölnir að fá á sig hérna auðveld mörk. Fullu auðveld mörk sem það er að fá á sig. Já, glæsilegur sjá bara. Það er greinilega búið að berja fylkisleipur vel saman fyrir þennan leik. Já, engin spurning og það er náttúrulega það eru betri en tablan segir til og þær vita það best sjálfar. Þannig að hérna, ég hugsa að hann var nú manna ósáttastur ef hann færi hérna engan punkt. Það er náttúrulega á góðum degi eiga að vera betri ef að vinna og þetta er frábær sending og vítakast. Það var stórkostleg sending. Já, ég hef ekki séð þetta á frá henni. Hún er náttúrulega hornamaður aðalega en þetta var frábær sending. Og vel getur Andri að fiska víti hérna og ég ætla að tippa að hún skjóti hérna uppi sem sagt hún byrjar alltaf að skjóta niður í hægra megin. Já, hún skýtur upp í hægra megin, svo upp í fjær núna, frá okkur síðan. Já, alltaf fylkismarkunni þekkja nákvæmlega, hún var hérna. Þess að setja hann uppi núna, upp í fjær. En alltaf niður í hægra megin. Þetta er svona mitt svæði, þetta er mark samt. Við tökum markið. Alltaf niður í hægra megin í byrjun, það er alltaf svo liðs. Og þá er Díana komin að blaða, hún er með 1 mark fyrir Fjölni og Andrea Jakobsen 1 og þetta var bara fínt fyrir okkur, skot hátt yfir, himinhátt jafnvel. Og við hvetjum fólk endilega til að dreifa vefslóðinni sem er fjölnir.tv, það er ekki lengur fjölnir.is/tv, það er fjölnir.tv, þá farið beint á YouTube rásinn okkar, þess að klárir eftir leik, það sýndir í beinni á YouTube og svo klárir eftir leik og endilega kíkið á leikina þar. Alltaf þetta tvekka á gömlum góðum kynningum. Fanney upp í skoti og Sara Döggver
Já, ég hef á tilfinningin að Sara Dögg verði góð í dag. Þetta önnur markværsla hennar ekki satt. Tókum bolta á hann. Já, við skutum með vinstri hérna frá miðjumanninum. Skutum með þetta glæsileg línusending en Díana fyrst fyrir. Það Díana færð hana bara. Það er ágætt. Já, staðan er 2-3, Fylkis stúlkur einamarkið er eftir 6:45. Og það er eins og sagði stemning Fylkismenn í stúkunni, það vantar aðeins Fjölnismenn. Það er skrítið að sjá ekki trommunar þar. Þetta er skelvilega gert, þetta er bara hópur, hárréttur dömur. Harfa slug sending hana. Já, þetta var sérstætt. Fjölnisstelpur fara hérna í sóknina á meðan að Fylkis áhörðu berja í markatúrsdollur. Og við erum með eitthvað rándýrasta prógramina upp á Víapúsölum því að Helgi bróður Helnekri ætlar að snúa vélina allan fram að hálfleikarismir. Þetta er sennilega dýrasta útsendingartími í sögunni. Já, og tala nú ekki dýrasta sjálfbáðuna sem tekin hefur á sig. Það er bara hannig. Og Berglind reynir, nei, það verður að koma ferðin að gera eitthvað. Það geta ekki verið að býja eftir að einu en takk eitt út svona skot, þetta er laflaust og ekki á neinu tempói. Andrea byrjaði ágætlega á hann, ég vil fá hana bara í gang, hún er búin að vera svolítið meidd og ekki búin að vera með sjálfum sér í síðustu leikjum. Klassa vörð hjá Fylkisstúlkum, það er ætla ekki að leyfa Díana að gera neitt í þessu leik. Og hendin er komin upp, já, höndin er komin upp, Díana er ekkert að pæla í því. Höndin er alltaf upp því, já, og Berglind verður að skjóta, nei, þetta er ekki hægt. Viktor, þetta er ekki bólett. Þetta er ekki sóknarleikur í lagi. Og því að og sækir hornamannin. Já, þetta er hrikalega vel gert og það er Eyrún Ósk Hjartardóttir með sem fyrsta mark. Já, þetta er miklu auðveldara fyrir Fylkisliðið allavega. 2-4 í staðan, 8:40 búnar. Þetta er skref. Já. Það sem er kannski verið ekki aðeins og litaðar hérna. Nei, ég er bara, með þetta bara allt í lagi. Við erum náttúrulega að vera hlutlaust sjónvarp þannig lagað. Þá við tökum oftast málstað heimamanna. En við veitum að döðbælir Fylkismaður. Þetta er spjaldvandalega á lendir hérna illa. Svona, Viktor, ef ég á að líta svona fyrstu þessar 9 mínútur þá finnst mér bara eins og Fjölnislið sé ekki alveg tilbúin að leik. Það verðast vera svolítið svona hrættar við að sækja markið og vilja að lemja þess á sér. Og það kannski gerist og þegar annar liðið er einhverju tilbúið í svona átök þá verður hitliðið svolítið svona tilbaka. Þannig að ég óttast hann, ég vona innilega að það sé ekki staðan. Þær þurfa að þora að vaða í opna sjensa, ekki bara láta berja sig. Og já, Díana staðan upp, það er jákvæða fréttir fyrir okkur. Og sjáum hvað þetta hlýtur náttúrulega að vera eitthvað. Það er 2 mínútna brottvísun klárlega. Þurur sem var 2 mínútna brottvísun. Þetta var velgjörðu fannig og sótti þetta, nú þurfa bara að byrja nýja sókn einu fleiri. Og þessi hérna verður eitthvað, þessi bleika, hún verður eitthvað stöðlega. Nei. Það er eitthvað smá snúrustús á okkur hérna félagunum, við erum að reyna að láta allt ganga upp. Það var svona örðuleikar í byrjun og þetta var frábær hreyfing og frábærlega varið. Díana vildi fá eitthvað fyrir sinnsnúð hérna en ég er ekki sammála því að þetta hafi verið eitthvað. Ég held að þetta hafi verið hárrétt. Vel varið, bara klára þetta færi. Þetta var döða færi, Sara kom með 3 varin skot á meðan að, já, það er búin að skjóta 2 yfir Fylkistelpuna, við erum ekki með varin bolta á töflunni sem væri betra. Þetta er náttúrulega stór hættuleg stað að skilja manneski eftir með 10-1 á 1. Já, það er, já, þú þarft að vera ansi sterk í fótunum að klára það sem að kannski Þórhildur ætlar að gera, þetta ekki. Þórhildur fyrir Fylkistelpa líka á að þekkja 10 vel. Spila með henni í mörg ár. Já. Það er Fjölnisstúlkur gefa heldur ekkert eftir varnarlega, maður sé það. Nei, þetta er flott. Díana ætlar að selja sér dýrt hérna allavega. Hún þarf
að sína sig. Hún fekk lítinn spilatíma í appelsingula búningnum. Engin spurning og hérna núma. Já, þetta er svona appelsingula spjald. Ég er sammála þessu að þetta hefði alveg getað verið 2. Já, Halldór Stefán lætur í sig heyra hérna. Og já, það var svona guldspjald þarna á Andreu Harðar. Hún var heppin að við áttum eftir að fylla gulspjalda kvotan því þetta var alveg jaðraði 2. Já, skotið slánaði hana. Hún var svona full rólega að taka þetta frákast þarna. Já, hún var ekkert að stressa sig. Nei, en þá voru Fjölnistelpur komnar í sókn. Þetta er bara skotið yfir. Hvað er að gerast þetta? Og hraðari blöð, Eyrún Ósk. Já, Eyrún. Ólöf í gegn og skorar 5-2. Fylkistúlkunum vil. Fylkistúlkunum byrjaði að leika af gríðarlegum krafti. Á meðan að Fjölnisstúlkunum eru svona heldur til. Ég meist að bara svo kurteisar. Já, akkurat alveg síðan þetta. Frekar kurteisar og var að leyfa Fylkistúlkunum svona að lemja svolítið á sér og þau búa til þess að stemningu sem þarf til að vinna svona leiki. Já, það eru ekki alveg tengda sinns með vonandi að breytist. Ég hugsa Andris takin og leikli bráðum. Þetta þurfa aðeins að taka smá spjall. Aðeins að berja þér í gang, það er það sem þarf. Já, það er alltaf ekki alveg 100% klárar en ok, það er smá kraftur inn og að sjá hvað gerist. Já, ok, ágætis kynnti, kannski þetta kerfi. Já, Sara Dögg. Sara er alltaf mætt þarna í horni. Ef að gefa henni varið þó að hann sé brotið eða. Já, ekki. Ef hún hefði ekki varið þá hefði það verið mark sko. Þannig að við skulum gefa henni varið skot og nú komum 4 varinn. Það er ekki allir sem myndir telja þetta varið en við erum svo gjafmildir. Og við skaman þegar markmenn verja meira heldur en minna. Við erum jólamenn, við gefum gjafir. Já, Fannes Finnsdóttir. Þetta getur hún, Viktor. Þetta getur hún, þetta var stórkostlega gert hjá Fannu. Það sé bara allt og lítið af þessu. Já, þetta er þetta var vel gert. Það bara fór út fyrir galoppi skot og að sjálfsög nýttum það. Frábært. Jæja, við verðum að taka hana góða vörðin á minkarni 1. Og við verðum að halda þessum leiki 2. Sjá þeirra hún þræðir hér senterinn því að kemur 1-1. Spilaðin er, já, þetta er eitt að gefa inn á brottvísin, það er alveg klart mál. Þórhildur að fara út af. Þetta er ekkert, þú skilur ekkert 10 eftir 1-1, það er bara bannvænt. Já, það þurfa að hjálpast betur að með hana og þetta var alltaf ekki, ég held að Þórhildur sé ekki nægilega öflug á löpunum til að klára svo verkefni. Nei, og ég held að hún er föst fyrir og frábær varnarmaður, það vantar góða fótarhefingu og á móti 10 er það bara stór hættulegt. Algjörlega, því er alltaf með góða hefingu. Já, hann er fyrsti var í boltinn hjá Sólveigu Köllu. Ég veit bara að það gæsa á það hérna, þeir eru Jón Pálsson segja Sólveigu Kalla Magnúsdóttir, ekki út af nafninu heldur bara hvernig hann segir þetta. Það myndi á Hafstein Óla Ramarsson rocka hérna í gerð. Díana er að vera mjög pyrruð. Já. Maður sér það þegar hún er dottin í gírinn svona að hengja haus og. Já, ég held að Díana komið samt til núna og verði mjög upplýsleik. Hún þarf bara eina sleggju, þá vaknar hún til ísins. Það er rétt. Nei, það er náttúrulega að spila út á hana, þetta er svolítið erfitt. Já, Andrea klassi. Andrea Jakobsen er mætt tilbúin í hann leik, hún er komið 2 mörk. Ég sé að strax hún er upplýður í dag heldur en í síðustu leikjum. Og það er skorað strax tilbaka. Vera Pálsdóttir, Fjölnisstúlkur ekki alveg að. Við þurfum að klára vörð, við erum bara að skora, þetta er bara að gerast tvisvar. Við erum að fagna mörkunum leiðin tilbaka og það keyra bara yfir okkur. Það er náttúrulega manni færri en það þarf samt að skila sér tilbaka. Já, það er engin aðsökun. Þetta er engin utantildaleikur, þetta er ólýstelt kvenna og við þurfum að hlaupa tilbaka. Jæja, Andrea Berglind. Þetta er skref. Já, ég veit að skrifa á þetta en ég hef líka sagt að áður hér í útsendingu að það á ekki dæma skref á góðar hreyfingar og við sjáum þetta! Já, vel, en ef hún ekki var þetta hefði verið hræðilegt, vel varið á Sólveigu en við erum að hleypa alltaf bara í dauðafæri 10 sekúndur skorum. Halldór Stefán var mjög pirraður. Já, hann er náttúrulega upp við, uppi vegg, já, uppi gifsvegg, ekki steypuvegg. Nei, hann gæti keyrt í gegnum vegginn, það er rétt, hlaupið í gegnum hann er ekki sáttur með gangmála sem hafi vetri og
Þetta klárlega leikur sem það vilja nota. Þetta svona getur turning point. Já, engin spurning. Það alltaf titlisverðin í top 5 og þá þetta einn af þeim leikur sem verða að koma sér í gang með. Já, ok, nú Andrea komin aftur inn í afturliðum. 5-6 staðan eftir 15 mínútur. Og ég spáði hann 25-24. Það nokkuð nærri lægi með þessar tölur. En nóg eftir, það 1/4 búin að leikna með. Já, við ætlum að treysta bara Jóni, hún kom með putta við boltan. Jóni náttúrulega markmaður, þannig að hann vill náttúrulega markmaður fá skráða sér svona skot. Nei, bara þetta var fín löng. Já, fín langatöng og treystuður, þetta var í henni, ég sammálaður. 100%, það ekkert að ræða þetta frekar. Jón Pálsson eitthvað lítill í sig þarna, en hann þarf ekkert að gera það, hann með þetta á hreinu. Og því að þetta banvænt, sjáu þetta. Þetta svo auðvilt. Hvað ætlaði Þórhildur að gera fyrir aftan? Beið bara eftir henni, ja. Það vel getið því að réttið því að koma blað. Vonandi að þetta sé ekki að kveikja mikið henni, því að ef hún kemst í gang, þá hún rosaleg. Þetta ekki neitt. Þetta mikið hnoð. Af hverju var hann að tróða þessu á línu, algjör óþarfi. Þetta greinlega eitthvað sem búið að æfa á æfingum. Já, dúta mía. Já, Sólveig svo sannarlega betur en enginn að þriðja varða. Og Andrés tekur leikli. Já, ég sagði þetta á hann að þyrfti að taka leikli bráðan. Já, sko, ef að Sólveig var ekki búin að verða núna 3 dauðafæri, þá væri bara staðan 10-5 og það hefur verið alltaf að skora í baki á okkur. Og hún búin að taka hvað, 3 dauðafæri? Já, bara 3 dauðafæri. Já, og hún bara eins og betur en enginn núna og við erum klárlega sáttið með þessa stöðu að vera ekki 10-5 undir. Hún bara að hjálpa okkur og Fjölnislið þarf að vera aggressívara. Þetta Fylkisliðið brjálað og með þetta brjálað til leiks. En það er ekkert annað búið fyrir þær. Nei. Þær hafa mikið að sína og þurfa að gera það hér. Augljóslega ekkert annað búið fyrir Fjölnisliðið heldur. Það er gjörsamlega frábært. Þeir geta slaka á það, þeir geta lítið á töflun og hugsa að Fylki það geta ekki neitt. Fylkislið bara virkilega vel mannað, vel þjálfað og góðan degi geta runnið öll bestu liðin deildinni. Þannig að en því við fyrir þær hafa kannski góðu dagarnir ekki verið nóg margir hingað til. En við þurfum að mæta aðeins klára núna og vonandi að þetta leik sé að kveikja það síðan. Það er ekki bara Sólveig sem klár. Þeir eru bara Klessan Þorleifur og Ingvar, þannig þeir eru klárir. Þetta var svona töff Klessan. Já, þetta var svona hámarksauglýsing. Þetta var kannski að sé Arna Grant og Gils verið að gera þetta. Þetta var svona grjótart. Ég ber virðingu fyrir þeim af því að bara þeir voru svo töff að Klessan. Já, ég ber virðingu fyrir þeim punktur en þetta Klessan gott líka. Og það Andrea með sitt 3. mark. Andrea að fara að vera taka hana leik held ég í sína hendur. Andrea búin að vera eins og smá meitt og svona þannig að vonandi að hún sé klárið þetta. Og hornið og það varðið. Sólveig með sitt 4. varðaskot. Enn aftur ég fæ bara hroll og gæsa allan líkama. Jón Pálsson bara kveik í mér Fjölnisstúlkur geta jafnað hér leikinn. Já, það 7-6, Fylkir yfir, já, og Andrea að sjálfsögðu! Andrea með Andrea svo klárið þetta, wow, ég sé bara eldglærurnar í augun á henni og þetta vel gett. Það eru lengi að skipta hana. Alltaf lengi. Það bara lengi að skipta og lengi að hlaupa tilbaka, það bara lengi hætti að fagna þessum mörkum og skilu ykkur bara heim. Þetta ekki fótboltaleikur. Það hárrétt. Og hefur engan tíma til að fagna. Nei, það bara þannig. Alltilega að hafa lífi svo sál og gaman að þessu en þú verður náttúrulega skilaðar á þinna staði. En Andrea kom með 4 mörk hérna. Hún greinilega vill fá dómaruspitsu fyrir Sigur Dreng. Sjáum hvort það verði að ósk sinni. Hvað ætla Fanny að gera? Það lína. Já, rétti dómur. Já, við erum með góða yfirsýn hérna. Þetta að sjálfsögðu hárréttur dómur. Þorleifur með auga tígursins þarna. Það ekki allir sem hefur flautað á þetta. Og Andrea hornið farið bara beint inn maður. Ég sá allan tíman að þetta skot var ekki að fara markið og spila á vinstra hornið nefnum þar sjálf bara og það varið
What? Þetta var mjög skrítið. Var þetta ekki eitthvað? Ég veit það ekki alveg. Hún stóð fyrir framan allan inn í tegi. Þetta var eitthvað skrítið. Þetta var skrítið. Það var allt furðulegt við. Þetta var Bæði skrítið. ekki sendt boltan. Og enn áttum varði Sólveig og dauðafæri. Já, það komið 5 skot varinn. Já. Það er 5 dauðafæri. Já, markmenni báði með 5 mörg. Eða 5 varinn skot segi. Bjóðst innlega á þessu. Já, Fanny hérna heldur á sóknarmannum bara niður. Ólöf, Kristín. Jæja, við erum að taka góða vörn núna. Og hvað gera þær hérna? Og jæja, varðan inn hana. Furuð með sitt fyrsta mark. Já, þá er Sara komin inn að leiða sóknarleikinn. Andrea hvílir sig. Skrítið. Já, hún hlýtur að biðja. Ég sá hann að biðja skipting á hann en ég vissi ekki hvað þetta hafi verið eitthvað alvarlegt. Annars var ég... Nei, ég held að það sé klárt að Díana hún getur ekki verið að reyna að taka leikinn í sín hendur. Hún verður að mæta bara í sín færi, ekki verið að búa því svona til. Þetta er vel varið, 7. var að skotið. Sólveig er að stimpla sig vel innan leik. Þetta var bara mjög illa slúta. Já, ég er svo algjörlega samanlega því. Þetta var mjög skrítin vippa þarna á asnanlegu tempói. En ég ætla að gefa bara Sólveigu það vel. Þetta var vel varið þarna. En samanlega algjörlega illa slúta. Þetta er fáralega vel varið. Þetta er rétt tvígrip. Já, Ingvar var góður að leika tvígripið hana. Þetta var bara hárréttur dómur. Já, hárrétt. Það verið gaman að sjá Andreu bara á minna. Ég vonu sér ekki mikið meitt. Hún hlýtur að bara hvíla sér 2-3 mínútur. Það er búin að vera algjör lykilmanneski að sóknarleik vilja sér til þessa. Algjörlega, ég er hræddur svona að botnin detta aðeins. Þetta er skemmtileg blokkering en ekki neitt það. Þetta er skrítið. Ég ætla bara að segja að þetta er lélegur dómur. Þetta var 100% fríkast. Vera Pálsdóttir skorar. En ég segi það líka þó þetta hafi átt að vera fríkast á mínum mati að Díana er ómikið að reyna að færa leikinn til sín. Já, hún ætla sér að gera eitthvað hlutur og ætla að sanna sig. Já, hún verður að leyfa sér að flæða til. Ég get lofa því, hún er búin að hugsa um að leikja í langan tíma. Þetta er leikurinn sem hún ætlar að sanna sig mest í af öllum. Ég er alveg sammála því, en hún verður samt að leyfa leiknum að fljóta. Hún getur ekkert unnið fylgisliðið einn. Nei, maður svaraði sérlega best með því að liggja tilbaka, taka sér færi og gera það vel. Og Sara Dögg gerir þetta fárálega vel. Undirhald og skot þarna. 10-8 fylgistúrku segir að sjá hvað gerist núna. Langur bolti við verðum að stoppa Já, fríkast enn. Við verðum að stoppa þetta allan að við fáum ekki mörg strax í bakið. Þetta var fárlega vel gert til Sörudögg. Þetta var mjög vel gert. Skemmtilegt undirhandarskot. Já, þetta var bara rugglega gert. Þetta var skot af dýraríkjurinn. Já, engin spurning, Sara Dögg fárlega efnileg handbolta stelpa. Sjáu þetta Sunniva með fína vörn. Já, Sunniva með strákinn. Hættur að elda. Missar hana aðeins að... Hvað? Hún vippaði bara í gólfið. Hvað var þetta? Hvað var þetta? Ég get vota. Þetta er eitt skrítasta handboltamark sem ég sé. Já, ég bara... Þú var dottinn í jörðina. Gat ekki sendur þetta. Það var alveg að fá þessi skref. Þetta er eins og Óli Stef sendi línusendingar sem fór inn. Innum árið... Þetta er skrítið. Þetta er fáránlegt. Boltið var það skrítið tempo að það gæti enginn stoppa hann. Það var svo... Vá, já, ég er bara ennþá... Það er alltaf dans skrifa á þetta. Ég er ekki viss um að þetta sé skrif, Viktor. Já, þetta lítur mjög illa út. Já, en ég held hún sé ekki búin að taka 3. Þess að ég held hún sé ekki konu 4. Það getur verið, þetta lítur illa út. Og enn og aftur, góð hreyfing á ekki dæma hana. En það er búin að dæma hana alltaf. Hún verður þá að pæla hvað hún er að gera vitlaust. Já. Dómarinn er allan annarkot segja að þetta sé rangt og það er þetta rangt, eða þá þeir halda að þetta er rangt og ef þeir halda að þetta sé rangt og dæma alltaf á þetta, þá verður að laga hreyfinguna. Jæja. Kóður. Nei, okkur. Jæja, það er 11-8 hérna
Þetta er skemmtileg hreyfing. Þórildur ekki að ná henni. Það er að Þórildur á bara það. Ég held sér betra á sunnu við þarna. Það eru bara fáir sem eiga séns í því 1-1. Já, en ég segi, þú átt ekki að þurfa að lenda í 1-1. Vertu með stelpa á henni og svo bara verður að hjálpa vel. Það þýðir ekkert að hafa engan í bakvið. Nei, það er alltaf að vera bakvið. Algjörlega. Það er þurfa að spila þetta betur 2-1 á hana. Þegar það frekar að fórna þá bara í hóttunni hinum megin. Það sjálfsögðu. Gefur auðaleið. Þetta er mjög skrítið að það var að setja 1-1 á því og hún bara annarkvæmt fær mark eða brottur sinni eða bæði. Sara Dögg. Frákastið er, þetta er lína. Í tegin. Þetta er mjög fyrirlegt. Þetta var athyglisvert. Sara með 7 varnarskot. Já, munið ekkert að vera Páls með 5 mörk hérna, hún er bara að skjóta. Nei, þetta er ungverska. Þetta var Patricia. Ungverska gyðjan, Patricia Sölösi. Það er rétt, mér sýndist hana í byrsta ásöku. Það eru báðar dökkarar, báðar myndalegar. Já, ég skiljaðlega hverju ruglast. Já, málega hilsæðis er Patricia, það er bara þannig. Patricia á danskan kærasta. Já, ekki lengur. Spilar á Íslandi. Já, fjölþjóða manneskja. Í hvaða lið er hann? Nei, hún spilar á Íslandi, en það er kærastu frá Ungverjaland. Já, ég skil. Og hann er hérna sett gæinn? Nei, ég held ekki. Nei, ok. Já, ég veit ekki. Já, þú er bara benda á... Hún er bara fjölþjóða manneskja. Ég skil þig. Hörðu, 8 skot varinn. 8 skot varinn. Sólveig með 6, Sara Dögg með 8. Sara Dögg er að eiga, bara ég ætla að segja stórleik hérna. Og hér kemur Kristjana inn á vinstri horni fyrir Fylkistúlkur. Sigrún Birna komin í vinstri skiptuna. Já. Og Patricia stjórnar spilinu og Þía Imani úti hægra megin. Hvað gerist núna? Búin að leiða sinni úr hægra horninu. Já, ok, standa hann á vörnina. Við verðum að standa vörnina. Pínu vandræðalegt, stilla upp aftur Fylkistúlkur hér. Hendin fyrir sennilega að koma upp. Já, línusending. Og fríkast. Hún var galopin hana, Díana hætti við að dekka hana. Aja, ákvæmst hérna keira hann í gólfið. Sterkagrunum að hendin fara að koma upp. Þetta er allt og auðvelt. Já, þú ert ekkert. Já, ég get sagt það að við hefum ekki breykinleika, við ætlum ítrekkað að lenda í þessar stöðum til 10. Já, þetta er málið sem Díana á að gera. Þetta er akkurat sem Díana á að gera, draga í sitt algjörlega. Maður hefur séð hana að lyfta sér upp í skoti í svona stöðu. Hún hefur gert það 2 leiknum, að fara bara hérna yfir og skotið og það er ekkert að gerast. Hún með 4 hendur í sig allavega, þetta var vel gert hjá henni. Það er mjög vel gert. Hún þarf að hugsa þetta svolítið óengjart hérna. Við erum svo miklu klaufar. Þetta er glæsileg varnarleikur. Viktor, það er 6 marka munur, það getur verið 7 mörk hérna. Nei. Þau verð sláinn. Já, Sólveig er að loka hérna vel, en þú veist. Sjáum að Viktor Átnarsson Fylkis er ekkert að slúta neitt óalega vel. Nei, en það eru bara örfáar mínútur síðan, það munur að vera 1 mark, Viktor. Já, þetta er fljótt að breytast. Og... Fjölnistúlkur þurfa klárlega að fara endur skipuleikja varnarhljómsum tilbaka, slúta sóknarnum betur og drulla sér bara tilbaka. Já. Slaufa þessari varnarskiptingu þannig að reyna að stoppa flæðið. Getur alltaf brotið fríkast og skipt á. Þetta er ekki, þessi skot er ekki hægt, ég er bara... Nei. Víti og 2. Þetta fannst með hann dæma þetta svolítið skringilega. Já, mér fannst hann dæma svona þegar hýð kom frá Halla. Já, þetta var, já. Þetta er ekki samanlega því, það er svona þegar leið og Halli gargaði. Jú, hann ætlaði að láta fara, það var bara búið að verja innkast. Það var eitthvað skrítið. Já, enn áttu skrítindómur. Já. Og hann er aftur Patricia vinkona okkar með 4 mörk. Ungverska gyðjan. Já, og danski kærastinn er örgulega sáttu með hana. Er vonandi að horfa núna. Skal líst ykkur í ennstóð eller? Ja, det är helt fint. Nej, det är helt fint, ja. Kan jag få en flödeskomska eller? Det är dejligt, ja. Nej, det ser du. Ja. Já, danska útgáðan verður klára á youtube.dk í kvöld. Og við viljum halda áfram að tala íslensku hér. Einhvers konar íslensku allavega. Staðan 8, er ekki staðan 8-15. Vantar ekki mark á töfluna. Og þetta er viti. Viktor, er það ekki? Já, það er komið. En já, þetta er vítakast, þetta var skrítin dómur hérna á hann, eins og segir. Það var þegar Halli litið sér heyra hérna þá bara eftir á, jú, þetta er örugglega vítakast.
Já, það er ný vítaskipta, hún skoraði á hann, hann fær ekki að taka víti, Díana er að sjálfsögðu í 2 metra brottvísun. Já, og þá er það Berglind, ég ætla að tippa á hún Þórir stöngin inn. Já, og skoraði alltaf. Þarna, já, fín rytmi þessu hjá Jóni Pálssoni á mæknum. Staðan er 9:15, 1:50 eftir að fyrir áleik. Og þetta er ekki hægt. Patricia með 5 mörk. Patricia byrja hann að leika vel fyrir stúlkur Fylkis. Já, þetta er, Viktor, þetta er bara auðvelt. Þetta er aðeins auðvelt fyrir Fylkis stúlkur. Það þurfa ekki að hafa mikið fyrir þessum mörkum sem það eru búin að skora. Ég menna fyrirfram, ef maður horfir á þennan leik, einnan leikum tímabilsins, þá sjálfsögðu lítur maður ekki á þetta leik sem við eigum eitthvað að vinna, eitthvað svoleiðis. En með bara hvernig við verðum að standa okkur, þá allan að eiga menn að vera tilbúinir þennan leik. Með við hvernig bæði lið eru búin að spila, þá á þetta bara að vera hörkuleikur. Þetta á að vera algjörlega 50-50 leikur. Og hann er bara frá fyrstu sekundu ekki búin að vera þannig. Þó hangið mann á fyrstu 16-17 mínúturnar að þá alltaf voru Fylkisstelpur framar. Ja, mér fannst alltaf bara að vera tíma spursmál hvenær Fylkisstúlkur myndu ná að slíta sér frá Fjölnisstúlkum. Algjörlega sammála því. Það er verða að vera að klára. Ég vil sjá betur seinni hálfleik. Já, það er 1 mínúta eftir allavega í fyrri hálfleik. Skulum ekki byrja á seinni hálfleikum áður en að byrja. Já, þú sér það samt leið og Andrea fyrir út af, þá dettur sóknarleikurinn niður og ég meina, hún hlýtur að hafa sagt bara ég get ekki spila meira því að annars væri hann bara inn og komið 7-8 mörk. Það er bara, munur væri kannski 2 mörk eða eitthvað. Já, Berglind hefur verið að stíga vel upp núna í vetur og átt flott moment og oft sérstaklega þegar Andrea er ekki með, þegar Andrea er út af þá skapast meira svigrúm fyrir Berglindi. En það þurfa allar að geta að tekja skari óháð því hver inn á. En Fylkisstúlkur taka hér tími út. Já, það er... Já, hvernig segir maður timeout á dönsku? Það er timeout. 60 sekunder. Já, 60 sekunder. Stopp tíð. Stopp tíð. Já. Já, man skal segja timeout, já. Ég veit að Danirnir nota mikið á enskum hugtökum í handboltanum. Já. Hvað er uppbóls enska handboltórið þitt? Uppbóls enska handboltórið þitt? Vá, þetta er erfið spurning. Mitt er pivot. Já, þú veit að tala um svo orð sem maður notar ekki. Já, pivot, það er línumaður. Það er enda fáralega gott. Ég elska þeirra enski gæðin á EHF10, ég segir alltaf. And he passes the ball to the pivot. Já, pivot og þeir segja á dönsku og segja að þú spilir på ströt, þú ert strikspilari, það er línumæður, það er mjög skrítið. Stræ. En Fylkisstúlkur hefur svo 30 sekundar eftir 25 sekundar núna, já, það eru vantilega búin að hendi eitthvað gott skot hérna, það eru minna en 10 sekundar eftir. Spila hér 5, fá 1-1, niður í hótt, í gegn. Og reynir að hausa en þetta var dauðafarið og það er á 10 sekundur hérna. Báði markmenn með 8 varin skot. Þetta má ekki þegar þú ert að sækja hratt. 5 sekundur eftir, 5 sekundur sektamarkið skjótu. Þetta var skrítið. Þetta er varið. Já, hún fær varið skota núna að hjálpa tölfræðinni. Viktor, staðan er 16-10 hér í hálfleik. Og það er ekkert eins og staðan núna sem gefur til kynna að við séum fara að gera þetta leik hérna næstu 30 mínútur. Nei, en við vonum að Andrés nái að berja svona stúlkur saman ég vona það reyndar ekkert sem Fylkismaður vonaði. Þú vonar samt að það verði leikur. Já, ég minnst alltaf gaman á ég skal gefa það að þú haldir með þínu liði, en það ertu Fylkismaður og það er bara allt í góðu. Þetta er eins og ef heimsliði kemur en ég er náttúrulega uppalinn heimsliðismaður í lífinu, það er að segja. Ég er bara góður í lífinu. En við ætlum að taka okkur cirka 8 mínútur hlé. 8 mínútur. Svo bara komum við sprækir og við förum með seinni hálfleikinn og við verðum bara að sjá áfram Fjölir.
Toggi mættur hér í hús, góðu gestir, aðalritari HSI, einn mestu töffari sem ég hef kynst. Það bara svoleiðis. Það bara þannig, hér fer fram á eftir landsleikur 16 ára Ísland og Grænlands og ritari ársins, ég ætla að segja einu svein, Toggi Hákávíkur, hann mættur í hús og ætlar að stjórna ritaraborðinni í þessum leik. Það bara þannig, en seinni hálfleikur fyrir að hefjast, Fylkisstúlkur leiða 16-10, vonum að leikurinn verði nú aðeins jafnari. Halldór Stefán Haraldsson búinn að leggja mikið upp fyrir þennan leik. Þetta bara hálfgerður úrslita leikur fyrir Fylkisstúlkur, það ætlar að rífa sig upp og taka þátt í einhverju baráttu meira en 9. seti eða hanga niður í botninum og vonast til að komast inn í úrslitakeppni. Við erum í smá vandræðum hérna með snúruna í kamerunni. Eva Kjartans að laga þetta. Hún reynda að típa henni að klúra þessu en hérna... Nei, ég er að djóka, ég segi þetta bara því hún stendur niður hliðina mér. Hún er í toppmálum. Bergur hérna tæknimaður hérna í dag. Bergur bróðir Rögnu, ef við vissum það ekki. Og Ragnar þekkir Helenu sem systir Helga Krí. Þannig að hérna... Já, það bara þannig. Þetta var tengingin okkar inn í seinni hálfleikinn. Seinni hálfleikur hafinn, Fylkisstúlkur hefja leik með knöttinn og sækja í átt að Guðunes Kirkjugarði. Þetta var nú kannski það að þær fengi að sækja á sundlaugin á hann. Og nú held ég að mínar stelpur keyrir sig í gang, fá að sækja að sundlauginni. Þetta vel spilað. Já, og nú Gía kom í markið og þetta skotið stöngið þetta. Það er ekki lína, já. Þetta var... Patricia kom 6 mörg. Patricia Silesi, eins og ég segi alltaf fyrir á mæknum. Já, þegar þú ert að leika DJ Ötzi á EM í Austuríki með húuna, þú og Óli Stef. Við erum alltaf góðið mótbar í Óli Stef. Já, og DJ Ötzi. Og DJ Ötzi, búinn að taka nokkur gigg saman með 3. Heyrðu, þetta aðeins spennandi hérna. 7 marka munur, Viktor, þú spáðir 8 marka mun hérna. Ég spáði 8 marka sigri Fylkis, ég ætla að bæta við það, má ég það? Já, já. Ég ætla að segja 12 marka sigur. Já, ég ætla að segja, þú þyrftir að bæta í, ætla að vera nálægt þessu. Eins og staðan núna 12 marka sigur, bara ekkert ósennilegur. Ég ætla bara að halda við mínu spá, ég nenni ekki að breyta einhverju af því að, já, ég nenni ekki að vera með 2 rangar spár. Þetta var að vörnin og svo fyrir boltinn og markmaðurinn verð þetta Sara 10 varinn. Það var máttlaust skot, við erum ómikið þess að koma eitthvað í, já, skrítið skot. En Andrea komin inn á. Kannski full mikið að klappa með hérna. Og hér sækja Fylkisstúlkur því að inn á miðju. Niður í hotn, Árnamaður í gegn, Árnamaður skorar! Já. 18-10, Eyrún Ósk í Hjartardóttir skorar hana. Eyrún með 2 mörg. Það er 8 marka munur hér í upphæðu seinna hálfleiks. Og þá, Sara mæti bara vel á díunum, búin að lesa hana grannlega fyrir hennar leik. Já, Sara Dögg góður leið með að gulltryggja sér dóminuspítsuna, þó Patricia sé að berjast aðeins við hana. Það er þær 2 sem er að berjast þetta Fylkismegin að vera mennleiksins. Og Solveig og Andrea okkar megin eins og staðan núna alltaf. En Gía komin í markið, sjáum hvað hún ver á boltum. Þetta er hálfvandræðilegu sóknarleikur af Fylkisstúlkum hér. Það þarf að stilla upp í eitthvað að viti. Nei. Já, hvað er að gera sinna, Viktor? Ég er bara, já. Ég sendi ykkur hægra hotn í vinstra hotn, þetta sér ekki oft hjá. Nei, ég sé vitni bara í Ragga Hermanns. Ég er bara hálf leiður að horfa á þetta. Já, ég er sammálaður. Já, það vantar eitthvað upp á. Það vantar eitthvað næsta. Þurriður kastar í klófið, er þetta ekki? Þetta er bónus. Klopp er alltaf bónus, ekki? Það er rétt. Fáðu þá boltan 2 eða fáðu 2 mörk. Það spyrum þetta Fjölnir fáðu víti og haldi boltanum. Ég er sammála því. Víti og boltin er mjög sanngjarndómur. Það væri svona skemmtileg innleik í handboltan, eitthvað svona virkilega slæmt brot.
En ekki virkilega slemt eða svona, þú veist, Svona klaufalegt klauvalegt eitthvað sem að verðskuldar 2 en þú vilt fyrir ekki að bara víti og boltan aftur. Sammála því. Það verður geðveikt. Og öllum séu þetta Skemmtilegt dripplar í fótuna, það bara víti 2, eða víti boltinn, já. Fítvarnarleikur, þetta var, já, ódýr dómur að mati Halla. Þetta var fríkast. Fríkast sammála því. Já. Það er ekki alltaf að vera fast. Já. Fanni að gera þetta í annars skipti í leiknum að skora sitt 3. mark. Kemur út fyrir. Og þetta er svo áreynslu laust hjá fylkisliðinu. Vera Páls með sitt 5. mark. Þetta er full auðvelt fyrir fylkistúlkunar. Já, ég veit ekki ekkur hún er skráð með 4 inn á töflunni. Nei, Sara Dögg, hún bara tekur sitt innrænda skot hérna. Svarar strax. Já. Fylkistúlkur sækja rætt. Þetta vill ekki 1 á 1. Sjáu þetta, þetta er svo auðvelt. Já, en létt Skotið framhjá. skot, mjög létt skot en eins og segir þetta, að hún lappa framhjá þarna. En fylkistúlkur er ekki búin að tapa leik sem ég er búin að horfa á þeim. Nei, það er eitthvað. Tölfræðin er þá með fylkistúlkur endar í leiknum. Já, Díana kastar fyrir úta. Einhverju miskilningur að ná milli Díana og Fannegar. Sjá hvað er lengi að hlaupa tilbaka, þú veist, þetta er ekki hægt. Það er löppi í síðan að Berglindi og Andrið það er að lappa bara tilbaka á miðunni. Já, Skot í stöngina 19-12. Gían er að loka þarna. Fengum hérna pillu frá Jóni Pálssyni, markmanni Alheimsins og já, hann er eitthvað að reyna að tróða sig inn í lætinina. Þetta er hárrétt hjá honum, það sem að ég sagði, hún náði að loka vel en því miður ekki varið. Hún skaut í stöng, hún náði að loka. Sjáum að það verður örfendur leikmaður Díana Ágústsdóttir á miðuna hjá þeim. Já, það er ekki spilað þessu útspilað, hún har verið í hotn. Nei. Byrjar ekki vel. Já, ég ætla bara að segja það bæði liðnir í ruglunum núna. Já, þetta er búið að vera skrýtnar hérna á 4 mínútur. Já, þetta er mjög sérstætt. En Díana, þetta Ágústsdóttir er á miðunni. Það verður fróðlegt að sjá. Hún fekk á sig ruðningun á hann. Ég veit ekki alveg hvað við ætlum að fá úr þessu og Sara Dögg í vinstri skyttu. Ég held að sé að leita eftir X hérna. Nei, hann er ekki að leita eftir að klippa Dínun á miðuna. Ég er smá forvitin. Já, vel getur Söru þarna en vantar kannski Það er mjög fyrir það, það verðist ekkert skipulega að vera bak við að hendina á miðuna. Það er engin hugsun. Nei, ég veit ekki. Það er bara að vera að setja hana til að gera eitthvað. Ég er að reyna áttum á þessu útspili þjálfarana hjá Vilni. Þetta er Já, ég líka. hending komin upp. Já, Og hún skora þetta var annað. Já, þetta var það sem við átt að gera. Fá hendin upp og skjóta og skora. En Díana Ágústsdóttir er búin að vera tildulega fræg undanfarið því alltaf þegar fréttir á 5-1 á sport.is, aðalega kannski 5-1 hérna og fréttir af Díanu Sigmarsdóttir, það var mynd á Díana Ágústsdóttir. Þannig að hann er Andrés mjög ósáttur og Díana Sigmarsdóttir lét vel í sig heyra þarna líka. Já, þetta var tveggjum brotusinn allavega. Ég sá ekki alveg hvað gerist. Nei, hún tók hann aðeins í treyjun og hendur niður. Já, Stráttið tekið bara mjög réttu dómur og hérna ekkert því að segja að gera. Og upp og lína og framhjá. Já, Díana var aðeins að nýjum sleft henni síðan og fekk frýtt skot og Þetta var bara fýtt varðarleikur. Já. Fyrirleik, hvað er fyrst skot? Tapp klúra mikið að duðafæri. Bara mjög mikið núna. Mjög mikið. Full mikið fyrir minn smekk á móti í leikið sem er í jafnverð. Þá er þetta bara stóra hættulegt. Já. Ef að Fjölnisstelpunar hefðu komið jafn grimmatilegs og fylkistelpunar þá væru bara fylkistelpunar í vandræðum núna. Ég myndi halda það. Sammála því. Þannig að það eru bara heppnir að hafa komið grimmatilegs og vera með mjög öfluga fórust í hálfleik. Já, Berglind vippar hann bara í fjárhjóðnið. Berglind með sitt 3. mark. Þetta er svo auðvelt! Og lína. Enn og aftur tæknifellin að stíga á línu. Hvað erum við að pæla þegar við hlaupum tilbaka? Það er góð spurning. Við erum alltaf að lappa. Ég var til í að
sitja bara vídeóhund með Fjölnisstúlkum og spurja hvað þeir eru að hugsa. Já, þeir eru að lappa þeir eru tilbaka. að sjá þetta. Þetta er bara, þetta er ekki boði. Enn og aftur, ég lýsi eftir því að tilkynna að það eru í ólýsteldinni. Það dugar ekki þar, hvorki þar nýja í sami hvað flokki og þetta að lappa tilbaka. Sérstaklega eftir marka á að vera næg mótivering til að hlaupa tilbaka í vörn. Hvað er að þetta? Gera sérna Stígur út af kallið minn. Já, Karin með skrýtna sendinguna, kom Berglind í vandræði. Og svo fær Berglind tækni félun á sig að sjálfsögðu ef þetta hefur verið Já, engin spurning. Já, nú viljum við sjá, ég vil sjá allan að minkarnir í 4 mörk hérna. Nei, þetta er ekki skotin sem við erum að taka. Sara Dögg með En Sara, já, með sér 12 skot. 12 var það skot, samkvæmt mínum talningu. Já, samkvæmt minni líka, ég ætlaði að fara í 16. Já. Mér langaði bara svo mikið. Já, hún endar allan í 16 pluss, það er klárt. Fylkisstúlkur þegar það komið smá fætingur í Fjölnisstúlkurnar sem er bara jákvæð. Þetta er aðeins skára heilt yfir, en við þurfum þá alltaf að nýta það þegar fylkir að klúra döðafærum. Við sem ekki að taka svona auglaleg skot hérna í sókninni og fleygja boltanum út í horn og setja einhvern í vandræði. Við þurfum að vanda okkur. Mér finnst það að vanda aðeins haus á Díunu Sigmars. Hún er svona eitthvað, eins og ég sagði hann, hún er búin að hugsa hann leikur bara rosalega lengi og hann er hugsalega að setja of fast í henni. Leikur, þetta er bara handboltaleikur og þú verður eitthvað með að kúpla út af því að þú hafir einhvern að vera í einhverju liði eða þekkir einhvern eða... Ef allir leikmaður er að hugsa svoleiðis, þá væri náttúrulega bara handboltinn í þvælunni. Ég er að segja það, þannig að menn verður bara handboltaleikmenn að... Einbeita sér að spila bara sinn leik og gera það vel. Það eru búin að vera góðar, það sem hafi vetur, mjög góðar. En þetta hefur verið vandamál, sérstaklega mútið Selfossi, mútið Fram, mútið svona betri liðum. Að þar var rosalega erfitt fyrir að hlaupa tilbaka og mér finnst það samt verið að gera eiginlega verð núna. Það er séu vísvitandi að labba stundum. Það eru þreyttur að hvíla, bara 14 menn á skýrslu og... Hér er komin inn á völlinn, númer 8, Hildur Karen, ung frá Ísland, nánast. Engin spurning, top 3 alltaf þegar hún vill keppa. Það er langt síðan hún keppti síðast eða ekki? Það er eitthvað síðan. Mér veist hún þetta alltaf að fá taka hatt. Já, mínu vegna. Top 1 dag. Fía. Hún fintaði 2 með sem hún fintinu. Já, og svo kom þriðja og reyndi allt á skaut með hægri. Þetta var hérna, þá Berglind, Sunniva og Þórhildur hérna, allar að reyna að stoppa hana. Berglindin er fyrir framann, hvað ætlar að gera núna? Sunniva klár í vörninni, Sunniva bara búin að spila verið í vörninni í dag, það sem hún hefur spilað. Einn og einn alltaf, það ná alltaf að... Þú sér það að Þórhildur er bara á mörkunum að fá aðra brottisun. Hún er bara að taka í öxlina á henni þegar hún komið fram hjá. Hún næri ekki að stöðva hana fyrir fram að sig. Ég held ángriðs að ég get það heldur ekki. Nei, ég meina, ég er ekki að segja þessu auðvelt, en ég meina þess vegna verður það að tvítekka hana. Þetta er svo auðvelt, vel gert. Hún lætur þetta líta auðvelt út af því að hún er komið 5 mörk og skora svona eiginlega aðvild. Ef hún nenni... Ég held að því að geta alveg skora 20 mörk í svona leik. Já. Ég myndi bara hugsa svo tíðana, bara ég ætla bara að vera best. Já, þegar hún ætti, engin spurning. Sérstaklega við ætlum ekkert að gera á mótinu, við ætlum ekkert að vera 2 eða neitt á hana. Enn og aftur fárlega vel mætt hérna á Söru. Sara er að lesa þessar sko bæði Berglindi og Díunu, búin að lesa rosalega vel í dag. Og þetta er bara frábæri að spila. Já, þetta var línaði á hann tvisvar. Já, glæsla var ég að Gíu. Glæsla var ég. Er þetta fyrsta skotið henni? Já, fyrsta var það. Hún var búin að loka hann á 23 skotið í stöng, en þetta var fyrsta var það. Nú er svona að spá í einu. Það eru 15 á skýrslu hjá Fjölni. Samkvæmt skýrslu sem við erum með, að spynja hvort einhver eina þeim hafa bara dott út úr eftir leik. Við veitum ekki alveg hvað það er. Sara sé verið að tellja það þegar 15. Er ekki bara 14 á skýrslu? Er ég eitthvað að miskila? Er þetta mega bara 14 eða ekki? Jú, mega bara 14. Þá er þetta eitthvað skrítið. Það eru 15 hérna. Ég vonu sem ekki upplöftur eitthvað leyndamál en...
En það eru 15... Þetta er mögnu markværsla samt sem áður þarna, það sé búið að flauta. En það eru 2 stelpur í Fjölnisliði sem hafa ekkert komið inn á. Það er Ólaf Ásta og Diljá. Þannig að spurning hvort að önnur þeirra hafi verið striku út af skýrslu rétturlega. Það hlýtur að vera. Það hlýtur, dómarnir farið við skýrslunum alltaf og þeir get ekki kvitað til skýrslu sem eru auðvitað. Wow. Þetta var skot. Þetta var fullarins. Já. Berglind má taka þessu skot og á að taka þau en ekki þessi... Viktor, þetta er ekki hægt. Þetta er allt auðvelt. Við getum ekki skorað svo að marki baki bara innan 2 sekúndna. Ólöf Kristín með 2 mörk. Sjáðu og Díun upp í skot. Til hvers? Til hvers? Hún vill bara sanna sig. Já, þetta er ekki moment. Það er ekkert moment hana. Nei. Hún er að reyna að búa til þetta moment. Já, þú veist ég að segja. Hætt að toga leikið til því. Maður er svona neppirraður, ég byrst afsökunar á því. Ég bara... Þú veist, við eigum bara að spila sóknir og fá gott skot. Sammála við. Ef það hefði verið galopað allt í lagi, skilur, og nýta eitthvað moment. Það er bara ekki reyna að búa til. Ef það er ekki til staðar. Þetta var skrítið. Bara fýtt varnarleikur hérna hjá stúlkum úr Árbæ. Já, 6 markamunur, 15-21. Vonandi að við setjum þetta niður svo 3 mörk á næstu 10 mínútum. Það gerir þetta leik í lokin. Sara hérna lætur full auðvitað að stoppa sig á miðunni. Og vel varið. Hún er með 14 varinn skot. Hún er mjög vill Ólm fá þessa pizzavislu. Hún elskar Dominos, hún sagði mér það daginn. Skil hana vel, þetta er náttúrulega pizza og matseli gott og gos. Hún fær sér alltaf Dominos Deluxe og ostu gott. Ég áttir að smakka hana nýju pizzuna, BBQ King. Já. Ég er spenntur henni. Ég er annars meat and cheese maður eins og fólk getur giskað á þegar það sér mig. Og ég vona að fólk sé að fara að horfa á mig og í spilakvöldi hjá Pétur Jóhanni. Þar verði ég einmitt að sína hvað ég elska meat and cheese mikið. Þannig að stilla á Stöð 2 kvöld. Allir að kíkja á Stöð 2, Ingvar Örn Ákason í yfirinu sínu. Engin spurning og þetta er svo auðvelt maður. Ég held að Fylkisliðið hafi ekki skorað mark í dag sem þetta hafa mikið fyrir. Það er alltaf að vinna þórvinnuna það vel að þetta lítur allt út bara svo að drekka vatnið þeim. Og það skal ekki tekja þeim, það eru bara að spila fanta vel í dag. Það eru greinilega að hafa nýtt þetta. Þeir líka búin að þvinga Fjölnisstúlkur í mjög erfið færi. Já, það eru bara að gera allt hérna í dag rosalega vel og nú eru það bara komin á flug. Fía með 6. Þetta, ég sé ekki ljúaninn þegar ég segi þetta sé nefnilegasta handboltastúlka á landinu í dag. Nei, engin spurning og hún er bara góð, hún er mjög góð. Það séu mjög margar efnilegar í deildinni, bæði í Lovísa Thompson, Ragnheiður Júlíusdóttir, Andrea Jakobsen. Já, svo er það komin í yngri flokkin, þá er það komin í eins og Söru, hún er bara 2000 model. Já, hún er bara 2000 model. Þannig að hún áttir að vera rosalega held ég ef hún heldur rétt á spölunum og spilunum. Þetta er nú kannski lína, en hún skaut í magan á henni. Það er ekki að verja í hávörð með höndunum, það er að verja með maganum. Fylkislið gengur, lítur að ganga að lægi hérna. Það geta slátra bara Fjölnisliðinu með því að skora 2-3 mörk í viðbót. Ef að Fjölnisliðið svarar ekkert fyrir sig þá er bara leikurinn ekki bara búinn, heldur bara gjörsamlega út dauður. Það er risaðileg lykt af þessu. Sjáu hvað þetta er skemmtilegt. Þetta hlýtur að fríkast, já. Já, þetta var fín vörn. Frábær varnarleikur. Vel gert í Sunnivu. Nú er Sara Dögg að taka því úr umferð sem að opna fyrir aðrar hérna og það er missa boltan á lokum. Diljá Baldursdóttir kom inn á, þannig að það er þá væntanlega Ólöf Ásta sem er ekki í hóp hérna. Já, það er spurning hvort það sé komin upp í stúku. Eða hvort hann hefur sett sem starfsmaður D eða eitthvað. Það er athyglisvert. Hver er ykkur viðurlög við að vera með ranga skýrslu? Segjum að vera með 15, tapa kannski með 12. Ég held ekki, það sé bara aðvörðin þá vantanlega. Kannski áminning, já. En segjum við myndi vinna leikinn og held ég að það myndir automatist dæmast með 10 marka. Já, líklega, en ef það tapa þá er vantanlega bara áminning eða kannski sekt eða eitthvað. Já, eitthvað svo leiðis. En skrítið því að dómarnir farið og með horfum bara skýrslu sem það er bara einn. Ég veit ekki hvernig það er. Dómarinn eiga náttúrulega að sjá að skýrslu sé í lagi fyrir leik. Ég held að spyr bara til loftin að Kristján Gaukur sem er í Ástralíu, ef þú ert að hlusta og horfa hérna. Hver er viðurlög við því? Og einhver veit, ef þú getur twittað á Fjölni handbolta að hérna hver er viðurlög við því að vera með ranga skýrslu? Þetta er ómarga skýrslu, bara endilega ef einhver veit þetta. Fyrstur til að twitta, hann fær
frýtt bílastæði Já, við Fjölnishús í næsta leik. engin spurning, ekki bara frýtt, þetta mert, við skulum bara taka það frá. Þannig að Arnar Ásgeirs, Kristján Gaukur, allir þessir dómaraperrar endilega hérna, tjekkja þessu. Þetta réttu dómur, sýndist mér, ég veit það samt ekki. Ég veit það ekki. Ég veit það, Hann benti í báðar áttir og ég veit ekkert hvað var að gerast. Ekkert hvað gerðist þarna. Ingvar er að gefa guldspjaldina. Guldspjald á Andrés, þetta er bara svona guldspjald sem þú ert að horfa fram hjá sem dómar. Hann er bara að segja þetta er rangur dómur og er ekkert æstur, ekkert að æsa sig. Það er enginn sem tekur eftir þessu nema þeir tveir. Ég er sammála, þetta er svona valdspurning. Þetta er bara eitthvað svona, já, valda. Já, ég er sammála, hann er ekkert að litið fram í þessu og sagt, hei, nú verður það bara að stoppa, ég veit, bara, ég gerði hugsanlega mistökum, bara höldum áfram. Þetta voru hugsanlega mistök, hann bendi held í báðar áttir. Hann bendi í báðar áttir, það er. Þannig að svo tekur hann ákvörðun eftir kall frá bekk og svo klárar hann það, Við bjóðum Denna velkomin í hús. Hvað er það, 18. línan sem er Denda ólöfið þessi leik? Já, og hún er línu konungur. Skref segir Jón Pálsson, ekki það hann vita hvað skref, hann er markmaður. Hann bendi samt línu. Já. Já, Jón Pálsson er að reyna að komast inn í dómar. Já, Jón Pálsson er eitthvað að reyna að komast inn í útsendinguna. Já. Einbettið er bara þínum ekk, drengur. Þetta er vítakast, já, þetta er glæslega gert hjá Söru. Sara er að, þetta sem hún gerir vel, hún er með góða hreyfingu og hún er greinilega hætt að gera þessa hreyfingu sem hún gerir byrjun svo að þetta skrifa á. Díana er að fara að skora vonandi sitt annar mark, ég ætla að jinxa þetta og setja hérna þannig að það komið 2 mörk. Já, ég jinxa þetta og hrikalega vel var ef hún komið 15 varða bóta. Nei, þetta er Ástríður Góti sem er komið með markið. Það er hárrétt hjá þér, hún er ennþá með 14 hérna. Ástríður með 1 variskot. Ég klúður aldrei neinu ef það er bara þannig. Þarna kom annar markið hérna. Díana er náttúrulega sleggja og hún, eins og segir, þegar hún kemur á réttu tempo og er að leyfa sér að gerast þá gerast hlutinir. Jæja, þá er hún komin aftur í markið, Sara Dögg sem með 14 varða bolta. Það eru samanlagt með 15 á 2 markmenn Fylkis og hjá okkur er það samanlagt með 9 varða, Gíja og Sólveig. Já. Sér það, 15-9 og 7 marka munur, þannig að þetta er... Hildur Karen fyrrum Fjölnistúlka. Já. Með hammer hana. Hildur, ungfrú Ísland er svona kvöldið. Hún var næstu búin að skjóta hana. Já, Sara hana, Þía brýtur á henni. Það er 10:20 eftir, 10 mínútur og 20 sekundur, það er 16:24 í staðan. Og það er varið. Já, og hún er með 15 að varða skotið sitt. Og hraðar upp löp, þetta er svo auðvelt. Já, þetta er bara, það eru í gildnum Kristjana með mark. Já, það er stemning Fylkismenn í stúkunni, það er ekkert að frétta Fjölnismenn en það eru, já, ekki margir Fjölnismenn á leiknum, ekki þannig allavega og stór hluti Fjölnisstúkunar eru 16 landslið kalla sem eru að fara að spila í Grænlandi hérna klukkan 5. Sjáum að Þórildur Vala er komin í vinstri skiptuna. Já, ég hef ekkert séð að spila sók. Aldrei. Ekki neitt, bara Já, kameran hana í smá kynningum. Eva ætlar að lagfæra þetta vonandi. Og varið 16. skoti. 16 varið skot. Já, hún er bara að klára hann leik þetta. Hún er bara lykilmaður. Já, og það var Sigrún Birna með sitt fyrsta mark. Já, það er 10 marka munur hér. Þetta var vont, hún liggur eftir, hún lenti á bakinu, þeir dæmi ekki svona á þetta. Þetta er fáránlegt. Það fyrir að fengur döða að færa hérna Fjölnistúlkur, þess að dæmdi er ekki. Já, en þið stoppa ekki eins og leikinn nema eftir ykkur köll, skilur, hún liggur hérna. Mjög aðteklisvert, ég vona innilega að það sé ekki mikið að henni, hún allan að heyrðist vel í henni hún datt. Ég, það lítur ekki vel út, ég vona að þetta verði... Myndið þú fæða tattoo á framanvert lærið? Þetta er góð spurning, Viktor. Stuttasvarið er nei, aðeins lengra svarið er alls ekki og þriðja svarið er ég myndi aldrei í lífinu þora að fá mig tattoo. Nú set ég í gegnum þetta hey þú.
setja þig áskorun að þú fáið þér tattoo á framanvert lærið. Ég geti kannski sett svona Phoebe-tattoo, svona 1 punkt og sagt að þetta sé jörðin eins og mamma minn sér hana eins og gerði henni den í þáttunum, í Friends-þáttunum. Já, ég segi að þetta verður að vera tattoo á framanvert, ertu eitthvað klikkað? með 20 cm radius. Ertu eitthvað klikkaður? Ég er að segja, ég er skítrættur við tattoo, ég er bara ætti erfitt með að fá mig tattoo. Ég er típan að fá sýkingu í þetta og eitthvað með slæma húð. En við þurfum að ræða þetta betur síðasta áskorun sem ég fekk á mig þættinu var að borða 2 Camembert osta með ritskeks og sultu og hérna ég veit ekki alveg hvort að ég legg frekar í það, ég er meiri matmaður heldur en tattoo-maður eins og fólk sér og veit. Já, þetta er skemmtileg pæling með tattoo á framanvert. Þórhildur er allan með það. Já, sjáðu þegar Bergvin er að koma á réttu tempói, alltaf að hammer í samskiptin, hún er með 5 mörk. Þessi kemur bara markið, nei, hún ákvað að spila ekki yfir. Grip með Einari þarna. Mér finnst til dæmis eins og þetta á ekkert að vera fríkast. Ég var að fara að segja þetta. Ég stundum finnst mér, eða stundum eiginlega alltaf, þegar menn að bíða eftir að fá fríkastið, slepptu það að dæma. Já, ég er saman. Það er bara að lappa í burtu og að bíða eftir þessu pussi hérna sem er ekki neitt. Þetta er eiginlega ekki neitt. Halda svona mot boltana svona í keng, sko. Þetta var lína. Já, það var góð dómar. Jesús Kristur, hvað eru búin að fá marga línur á sig í þessum leik? Já, það eru svona 5 línur síðan að þú spurðir á hana, það eru svona 30 línur komnar. Já. En ég er saman, þetta er á ekki að dæma fríkast á þessi brot þegar þú ert að lappa frá, bara skref, búið. Líka þegar hendin er uppi og maðurinn er alltaf að sækja svona og bara býta fríkastnið að tefja. Já. Þá bara, þú bara rumur, eða leiktu, eða eitthvað. Já, bara sóknarbrot, skilu, engin spurning. Já, það er að vera 17. skotið sitt. Þeir eru alltaf þarna í fjárhóttni þegar hún er að verja þetta. Hún er bara lögst þarna niður. Þekkir Díunu vel. Já, það er búið að lesa Díunu og Berglindi finnst mér mjög vel í dag. Nema þegar Berglind er að skjóta réttu skotin sín að þá á engin séns að... Það er ekkert hægt að verja. Það er ekkert hægt að ætlast til þess að verja boltan í Samúel. Ég bara, þú verður hann ekki þar. Já, hérna hér. Sjáu þetta, hvað þvæla! Já, glæsilega varið. Fáránlega vel varið. Hvað akkur er hægri hornarmaðurinn ekki búinn að drulla sér tilbaka? Nei, ég bara... Bara slóður hún í hérna. Ég veit það ekki. Það er bara kaffi og kleinurringir alltaf hérna í hægri horninu. Já, ég er þetta að drekka ekki kaffi. Mikill kleinurringamaður, svona fyrst á minnust það. En hérna... Myndavélinn ennþá... Já, ég held síðan aðalega manneski sem er á myndavélinni. Það er verið að slá mig í hausinn hérna. Slaka á... Nú! Ég verði býðið við. Hér er verið að vitna stóru. Hann var gripinn í Hámert. Þetta atvik verður klift. Hafið þið séð þetta áður? Boltinn er gripinn í Hámert. Þetta atrið verður klift og sendt út á handbólplaneti eða eitthvað. Hann var gripinn í Hámert. Þetta var rosalega skrítið. Ég hef aldrei séð þetta gripinn í Hámert. Íslenska landsliði vann hérna 25-23 frábæran sigur á Frökkum. Þetta er bara, já ég ætla að gefa þetta frábær úrslit. Stórkostleg úrslit. Þetta er betri úrslit en Fjölnir að ná hér í dag allavega. En ekki að stórkostlit og þessi hávarna vassla sem var gripinn. Við meðum ekki gleyma því að boltinn var gripinn í Hámert. Já sko, þið þurfum bara að horfa á þetta aftur. Horfa á þetta í kvöld, horfa á þetta morgun, klippi þetta til. Gripinn í Hámert, þetta er... Víti, já, víti, hann dæmdi víti, hún er inn í teig. Ég sá, ef hann er ekki inn í teig úr rauningur, ég meina hún er bara inn í teig. Já, Sara Dögg enn áttum við góður hreyfingu, Halli brjálaður hérna, 100 mörgum yfir, nokkra myndir eftir. Mjög skrítið pyrraður við þessu. Samt sem áður var boltinn gripinn í Hámert. Það er hárrétt og það við munum aldrei gleyma því. Þetta er svona moment sem við munum aldrei gleyma. Alveg þegar ég sá Sölu Björgvin syngja, ég hlakka svo til í þættunum með Afa einum árið. En Dína með 3 mörk. Boltinn var gripinn á hann í Hámert. Hann var gripinn á hann. Áslega metisfæri, þetta var mjög skrítið. Það var allt við þetta mjög fyrirlegt. Það er þá því að hún var hvíld hérna síðustu 4,5 mínútuna. Staðan er 26-18, engin hætta á því að Fylki missi þetta niður. Og það þyrfti þetta eitthvað mjög mikið að gerast. Þetta er frábærlega spila. Já, fín boltareyðing hérna. Já, hann varðan hann upp í körfuna hana, það er innkast satt. Ef hann farið ofan í körfuna, hefði það verið 30 stiga. Hún hefði fengið 3 varin allavega.
En hún komið 3 varin núna, hún bara verið 2 dauðafæri. Gía búin að eiga fína innkomi hérna, þannig lagað. Staðan var náttúrulega eitthvað 16-10 áleik. Vá! Já, þetta var vel gert. Jafnfættis uppstök sem enda var í slaganinn. Það minnir á Jón Brynjar hérna með vængjunum, en Jón Brynjar skora sjaldan þegar hann tekur jafnfættis. Já, þú verður að hoppa upp í loftið. Já, það er miskilningur fyrir Jón, hann lærir að hoppa upp í loftið. Við kannski segjum honum seinna, við skulum láta hann halda þetta svona áfram frá með jólum allavega. 18-27, 3,5 eftir. Það er nokkuð ljós hvernig þessi leikur endar, hann endar allavega með útisýri því miður. Þetta er ekki þetta er hárrétt. Já, Viktor, ef við svona, það eru 3 mínútur eftir leiknum og við þurfum að tilkynna eftir svona 1,5 mínútu hver eru menn leiksins. Það er nokkuð augljóst held ég Fylkismenn. Já, ég myndi segja Sara Dögg sé þar, klár sigurvegari með 17 varða boltan með rétt tæplega 50% markvarslu. Já, jafnvel 50% markvarslu af því að hún tók náttúrulega ekki vítin hana, þannig að hún er bara með 50% markvarslu í dag sem er frábært. Og svo er það spurning með heimamegin, Sólvi átti fína fyrrháleik. Við hefum verið alla á 5-6 fleiri mörkum undir ef hún ekki verið marki. Já. Svo fyrir náttúrulega út af hálfleik, ég veit ekki, Andra Jakobsen átti mjög góða spretti fyrir hálfleik líka. Það er enginn búinn að heilt yfir mjög góð, Berglind búinn að fína í seinni hálfleik. Skítamark, en það er mark. Þannig já, þetta eru 3 sem hafa haft kafla, þetta eru Berglind, Andrea og Sólveig. Ég ætla svona... Ég ætla að setja þetta í þínar hendur. Já, það? Já. Ef við myndum spurja næstu mannesku, Söru Sif, engin pressa samt og þú er ekkert nafngreind Sara Sif, en hérna, já, þær eru 3 sem að berjast þetta, Sólveig Katla sem er búin að hafa fínan fyrrháleik, Andrea sem átti fína innkomi, fínan hluta fyrrháleik, hún skoraði 4 mörk, hélt okkur í leiknum og svo er þetta Berglind í seinni hálfleik með 5 mörk búin að standa sér vel, þannig að þetta eru svona 3 sem hafa átt kafla og við erum eiginlega bara mjög tvistraðir þarna á milli, sko. Getum við fengið gæðabrið? Við reyndar erum mennleiksins að mínum mati, þannig að, já, Sara Sif gefur sitt atkvæði á Andru. Ef við hafa kostningu þá getur eitthvað fær 2 atkvæði. Bergur, tæknimaður, hvað finnst þér á þessum 3? Berglind, Andrea og Sólveig Katla sem var markinu fyrir áleik með 8 varinn skot. Nei, þú vilt taka hann í mannleiksins fyrir að skoti í stöngunni sinni, ok, hún er búin að eiga fína seinni hálfleik. En hvað segir þau? Berglind, Andrea, Sólveig? Sólveig? Það er Sólveig kom með 1 atkvæði, Andrea kom með 1 atkvæði. Höfum við skoðun hér, Sara, þú græðir þetta skoðun hérna. Það er mínúti eftir leikna, við erum bara í beinni útsendingu í smá atkvæðagreiðslu. Beina atkvæðagreiðsla, Eva og Kamerin áttur að segja líka og Jón. En Fylkistúlkur eru samt í sókn og sækja eru við það, ég skal bara lýsa því. Byrja á hérna Hildur Karen, hvað gerir hún? Línisending, já, Hallfríði og Gíja er vítakasta. Þvílík markvarsla hjá Gíju. Gíja er búin að taka 3 frábæra markvarslur. Já. Hver fyrir á punktinn? Það er rétt, Berglind er búin að fá 2 atkvæði á skömmin tíma hjá okkur. Hildur Karen fer á punktinn. Hún fer á strikið. Hún går på stöðat. Og já, það er það. Herru, þetta er mjög jafnt hjá okkur. Já, ég held að Berglind sé kannski heilt yfir svona búin að eiga nokkuð. Já, ég tippa að Berglind líka fyrir að vera fín varnalega. Já, Berglind þarf það. Þetta er hérna Jón eftirleik. Jón Pálsson með tilkynna Berglindi Bendinsdóttir í liði heimamanna og Söru Dögg Jónsdóttir sem er með 50% markvarslu í liði gestana. Og þarna skorar hún. Já, 11 marka sigur, nei 12 marka sigur Fylkis. Já, þannig að Jón Pálsson ætlar að tilkynna núna menn leiksins sem eru Sara Dögg. Glæsilegur 12 marka sigur af Fylkis. Já. Já, og þú ætlar að Jónatan jafnframt að biðja þér að koma á miðjuna og taka við gjafabriði frá Dreng. Já,
Hvað segir Ingvar? Hefur ekki bara þakka fyrir okkur bara ég kem aftur eftir það bil hálftíma. Ekki ég? Nei, þú ert að fara að sinna því að eiga líf og þannig ég bara, já, við þökkum fyrir okkur í bili. Þetta var, já, þú sagði 12 marka sigur. Ég sagði, ég breytti. Já, ég segði þú breyttir úr 8-12 og þetta er bara velgætið þér. Frábær sigur Fylkis, ekki nógu góður leikur Fjölnis og já, það er náttúrulega bara að mæta stendar í næsta leik og taka það verkefni. Næsta verkefni í okkur í Fjölni TV er bara á eftir klukkan 5, þá við tökum okkur hálftíma hlið, svo er Ísland, Grænland, U16 og við hlökkum til að sýna ykkur það. Til hamingju Ísland með síðan mútið Frakkland. Ísland, Frakkland, Ísland var með 2. En við mögum ekki gleyma henni, hann var gripinn í Hávard. Við endum á því, takk kærlega fyrir okkur.